Í þessu jólaröldi okkar ætlum við að koma við á 3 stöðum á Akureyri. Við förum upp í Löngumýri en þar verða til í rennibekknum dýrindis jólatré úr við. Við förum inn í Kjarnaskóg og kaupum okkur jólatré og svona spyrjum afgreiðslufólkið þar hvaða tegundir eru nú vinsælastar og hvernig á að meðhöndla jólatrén. En við byrjum í miðbænum á Akureyri og tölum við Vilborgu í Centro sem að er aldeilis ekki að fara inn í sín fyrstu jól í kaupmennskunni. Vilborg, aðventan, hún nú alltaf svolítið sérstök hjá kaupmönnum. Já, það bara, mann hlakkar til allan ársins, eða allt árið og að undirbúa þennan tíma. Þetta nú svona, já, eiginlega okkur svona stærsti tími og bara það allir, það verið að gleðja alla og bara ótrúlega skemmtilegt. Þetta nú ekki fyrstu jólin sem að þú ert í þessu stúsi? Þessari búð við höfum verið með, Úlfar maður minn, við höfum verið með þessa búð ég hef verið með honum í 25 ár, hann hefur verið lengur. En ég rauninni búin að vera í verslun frá því ég var svona 12-13 ára, þannig að verslun eiginlega jólin fyrir mér. Það stundum sagt að jólin séu alltaf alveg eins, en hvað segir þú svona í gegnum tíðina, kaupmennskan alltaf alveg eins? Nei, mér finnst alltaf spennandi fólkið sem kemur og verslar hérna hjá manni, það aldrei að spyrja það sama, þannig að það alltaf spennandi við hverja sölu, hvað nú verið að spyrja þó að séu sömu kúnnarnir og þá alltaf eitthvað nýtt, því að þú kaupir aldrei tvisvar það sama í fatabúð, ólíkt bakaríi. Þannig að þetta svona gefur lífinu lit hjá þér sem kaupmanni sem selur föt? Já, það líka bara að aðstoða fólk, þú veist að það svo miklu meira en að selja, þú veist, þú ert í nánd við viðskiptavininn, það verður svona trúnaður og traust stund og þú ert að reyna aðstoða við að finna það sem hentar á svo marga vegu, þannig að þetta í rauninni miklu ævintýralegra og miklu skemmtilegra og já, miklu meiri nánd en maður ímynda sér í verslunarstafrunni. Þetta ekki bara að selja vöru og spyrja fólk hvort þú vilji poka. Þú veist, það svo mikil langur aðdragandi og aðstoð á bakvið, sko. Og þá nú mikilvægt fyrir kaupmanninn að þekkja sinn kúnna? Já, við reynum bara að gera eins vel og getum. Við erum með ótrúlega flott starfsfólk hérna með okkur og já, ég held að bara við reynum að gera eins vel og getum og við skiljum að fólk ánægt með það því það kemur alltaf aftur til okkar. Þið flytjið inn ykkar vörur sjálf þannig að jólaundirbúningun hann byrjar bara einhvern tímann að sumri til eða hvað? Já, við byrjum, það ýmist stundum, eða sumpönd við með löngum fyrir voru annað með stuttum en maður alltaf að spá í hvað hentar fyrir heimsbæ eða borga á norður hjara. Það svo, þú veist, það að taka tillit til svo margra þátta. En við reynum að fylgjast með tískunni og undirbúum okkur vel og undirbúningu byrjar, getur maður sagt, mitt sumar. Og þá eins gott að ekkert klikki að tískan breytist? Já, við höfum verið ótrúlega hittinn. Þetta bara mjög skemmtilegt og ég held núna eins og jólin núna að það allar aðstæður fínar, hér veðrið fínt, hér færðin og yndislega fallega skreyttur bærinn. Bæjaryfirvöld hafa lagt virkilega mikið í að gera fallega umgjörð miðbæinn okkar og já, jólavertíðin, ég held hún verði bara fín hérna hjá okkur. Miðbæjarsamtökin á Akureyri eru nokkuð virk á þessum árstíma? Já, og það nú funda allan ársins hring svo bara reynt að vera að spá í hvernig á að vinna verkin en hann Þórhallur Jónsson, hann nú svona skörungur í þess allir saman og við reynum að vinna með honum og koma með einhverja góðar hugmyndir og þessi hópur hann hefur bara náð skemmtilegu fram og að vinna þétt saman. Mikilvægt að miðbærinn sé vel skreyttur og Amar og Stjarnan sé á sínum stað? Já, Amar og Stjarnan og kirkjutröppunar og allt og miðbærinn, það bara einn miðbær á Akureyri og í hverjum bæ bara einn miðbær, þannig að það skiptir bara virkilega miklu máli og skiptir máli að bæjarbúar koma og njóti og langi til að koma, sjá eitthvað sem nýtt. Þegar maður fer út heim þá sér maður alltaf búið að bæta smá í, gera eitthvað aðeins öðruvísi og fólk fjölskyldurnar koma saman.
ekki bara úr bænum heldur lengra að og þetta í rauninni aðdráttarafl sem skiptir svo miklu máli. Miklu meira máli heldur en við áttum okkur á og á norðurslóð þar sem svo mikið myrkur þá bara ljósin númer 1, 2 og 3. Þannig að þetta stemning. Þetta stemning og ég meina hér síðasta fyrir jól verðum við örugglega með lifandi eld úti og sigurpúða og það þú veist, já, við erum að gera allt til þess að gera skemmtilega stemningu. Og það þú veist, jólaljósin og jólatré og allt mögulegt, þetta bara gleður og skiptir svo miklu máli og ekki síst í myrkrinu okkar hérna á Norðurhjara. En þeir sem að koma inn til þín, það að færast í aukana svona með árunum að stór fjölskyldan komi eða hjónin komi saman? Sko, það hefur alla tíð verið svoleiðis og það það sem svo skemmtilegt í þessu starfi að maður í rauninni í fjarska fylgist maður með fjölskyldunum, man kannski eftir mömmu eða foreldrunum sem kom og keyptu alla 3 stelpurnar og svo eru þessar stúlkur komnar með börnin sín og fjölskyldur og þetta í rauninni svo skemmtilegt að fylgjast með í fjarska þó maður sé kannski ekki beint forvitin þá dáist maður á og gleðst með áfengum í lífinu þannig að það svo skemmtilegt í svona þessari stærð af bæ þá einhvern veginn svona ákveðin rammi og fólki kemur alltaf aftur og aftur þannig að það hefur alla tíð verið að fjölskyldur koma á þessum tíma. Þú sem búin að vera þá í 25 ár í þessu þú ert að selja konufatnað núna sem þú seldir líka kannski fermingafötin. Já, það akkurat það. Litlu stelpunni sem kom með mömmu og pappa, nú hún að koma með fólki sitt og það hætta aldrei. Það bætist bara nýr hópur við þessar 12-13 ára stelpur og svo koma hennar alltaf áfram. Þannig að við erum að selja einhverju 3 kynslóðum á sama tíma. En hvað segir Vilborg sjálf með sinn frítíma? Hefur einhver tíma til þess að vera að dundast heima hjá þér? Já, þetta bara einhvern veginn raðar skemmtilega. Það svo stuttar vegalengdir, þannig maður tekur svo stuttan tíma að skjótast heim. En já, þetta bara kemur vel út. Stelpan mín með mér í búðinni og við Úlfar náttúrulega hérna og svo þessar flottu starfstúlkur sem við erum svo ótrúlega heppin með. Og þannig að já, maður gefur sér smá tíma til þess að gera eitthvað heima. Ég búin að skreyta allt og búin að pakka hluta inn og búin að setja upp kerti eða kveikja á kertum og ótrúlega kósí alltaf hjá mér á morgna og kvöld þegar ég kem heim. En þú ert ekkert í því svona að þrífa efstu skápana, eldhúsinnréttinguna og svona eins og gert var í gamla daga? Já, sko, jú, ég alveg búin að gera það líka. Ég elska að hafa hreint og fínt í kringum mig, þannig ég búin að gera ótrúlega mikið og ég reynir bara að gera það svona jafnt og þétt og ekki kannski beint með neinu látum, en mér finnst ótrúlega slökun í því, þannig ég gera þetta bara sjálf líka. Enda komið með talsverða reynslu í þessu öllu saman. Já, ég baka kannski lítið minna af smákökunum og maður fann átt að sjá samveran skiptir meira heldur en eitthvað átt. Já, samveran mikilvægust. Við kveðjum Vilborgu í Sentró og röltum þessu næst upp í Löngumýri á Akureyri. Í húsinu númer 20 býr Adam Ásgeir Óskarsson. Bílskúrinn í raun og veru heill ævintýra heimur. Gæðastundir Adams eru við rennibekkin í bílskúrnum. Hérna verða til listmunir og það upplifun að fá að fylgjast með stundarkorn. Adam, getum við sagt að bílskúrinn sé þinn heimur? Já, við getum alveg sagt það. Hann heimur sem mjög skemmtilegur að dvelja í og ég hef unnið því. Hvenær fórstu að skera út fyrir alvöru eða renna, réttara sagt? Sko, við vorum svo heppin að fá orlof 2007 til 2008, hrunárunum miklu, og fórum til Kanada. Áður en við fórum þangað, þá byggði ég þennan fína bílskúr til þess að geyma í dótið okkar meðan að við þurftum ekki að nota það og leigðum húsið á meðan. Þegar við komum síðan frá Kanada aftur, sumarið 2008, þá svona má segja að ég hafi verið komið með aðstöðuna sem að mér vantaði alltaf til þess að leika mér utan vinnutímans og þannig að þetta er að verða komin 10 ár síðan að ég svona setti kraft í þetta sko. En maður hefur nú ekki verið lengi þarna inni þegar maður sér að þú ert með alls konar tegundir af við.
Já, ég með dálítið margar tegundir á við. Ég hef svona ákveðna veikleika og einn af þeim að það er erfitt að segja nei og þegar söfnunar áráttan er svona mikil líka þá já, bara safnast hlutirnir fyrir og stundum í því magni að maður hefur ekki tíma til þess að klára að vinna úr þessu öllu saman í einum rykk, sko. Þú ert að þurrka fyrir utan húsið og svona? Já, þetta er svona eins og með gott vín eða osta. Þetta þarf allt sinn feril, sko. Sumt efni vill maður láta sveppast og verða gamalt og geymir það því úti í ákveðin tíma og maður tekur það inn og fer að vinna úr því. Sumt rennir maður blautt og alla vegana, þannig að það er svona, já, þetta er á öllum stigum hérna í kringum húsið og á lóðinni. En það er nú greinilega búið að draga ýmsar tegundir hér langan veg. Já, það er kannski bara skemmst frá því að segja að þegar áhuginn dvínaði á að smygla brennivíni til landsins í utanlandsferðum að þá þurfti eitthvað að koma í staðinn í töskurnar, sko. Og ert þú þá samt að smygla í Benholti og einhverju svona þvíumlíku þá? Við skulum segja að ég hef þetta með mér til þess að ná vigtinni í farangrunum en jú, það má kannski kalla smygl á ákveðnu leyti. Ertu með þessa dýrustu hlutina í töskunni sem þú sýndir okkur onni? Já, það er dálítið dýr taska, sko, og tók langan tíma að koma henni upp og ég var alls ekki einn í því að ég á góða vini út allt og meðal annars einn sem er að vinna parkett og húsgögn úr frumskógum Bólivíu og bróðir hans flugmaður og flög mikið milli Ameríku og Evrópu og hann hafði með sér nokkra kubba svona í hvert skipti þangað til að þegar Auðfastæði var komið harður í heila ferðartösku og það kom síðan hér sending einn góðan veðurdag og það var virkilega ljúf og góð sending að fá. Þú ert búin að stilla hérna upp fyrir okkur á stofuborðið hlutum sem þú hefur verið að renna út. Þetta er nú, þú ert ansi stórtækur í þessu. Já, maður ég er stórtækur í öllu sem ég geri, kalli minn, sko. Það er allt eða ekkert í því en þetta er svona svolítið tíma. Hvað ég segja, þetta kemur í tímabilum, þetta er tími sem ég er svolítið mikið að renna, en svo sumrin fara í annað til dæmis. Hvað er þetta hérna til dæmis? Þetta er hneta úr áströlsku tré eða blómi sem heitir Banksia og þetta er tré eða runni sem verður alltaf 30 metra hár og svona blómstrar mjög fallegum blómum og þetta er hneta úr þessu tré. Þetta kom ég með frá útlöndum einhvern tímann. Smiglað? Já, í einni ferðinni þetta datt í töskuna og kom með nokkra svona hnetur og hef verið að leika mér að tálka utan að þess aðeins í rennibekknum. Þetta er fullt af fræjum í þessum hólum hérna og þetta er svona á við hríðskota skothríð þegar maður er að renna þetta. Og þetta hérna er sem sagt afraksturinn? Já, innan úr þessu kemur eitthvað svona sem og af því að þema hjá þér er jólin þá þótti mér rétt að sýna þér jólatré úr Banksia hnetu komið allavega frá Ástralíunni og það verður mjög skemmtilegt þegar þetta er tálkað. Já, hérna. En hérna er nú ég eiginlega bara jólatré og skógur ef við tökum bara svona að handa. Þetta hérna? Já, þú dregur upp alls konar spýtur. Þetta eru svona fjólubláar eða rauðar spýtur sem heita Purple Heart og þær komu með mér frá Flórída einhvern tímann.
Það var gaman að renna lítið líka, semst litla muni, því að það er hérna, já, eiginlega vandasamara heldur en að renna stórt. Það er minna pláss fyrir mistök í svona rensli. Og þetta var hérna, sumir voru í bleikum slaufum, en ég bjó til bleik jólatré, ganni mínu, svona í tilefni bleiks eitthvað. En eitthvað hérna sem að var áður þá bara jólatré? Já, við getum fundið það. Það eru hér, eru svona skemmtileg jólatré. Jú, þetta eru jólatré. Þetta var allavega jólatré líka. Já. Því að þetta er stofn úr þetta hérna er sennilega hérna þynur og í fyrra sneri þetta sem sagt svona og ef við tökum hana þá er þetta sem sagt, þetta hefur sennilega verið svona og greinarnar stóðu hérna út og upp og nú sneri ég þessu við, saksaði þetta niður, þurrkaði þetta í smá tíma og þá lítur þetta svona út. Já. Og þetta er semst bara algjörlega náttúrulegt endurunnið hráefni. Já. Hérna erum við með líka endurunnin bílskúrshurðakarm sem átti að henda. Það var verið að skipta bílskúrshurð og einhver glöggur tók eftir því að karmurinn var úr fallegum við og mér voru færðar þessar spýtur. Og þær greindust vera tekk sem má náttúrulega ekki henda. Það gerir það enginn, ekki nema einhverjir öruglutallar. Hérna eru fura sem óx upp í Kambagerði hjá bróður mínum. Hann ætlaði þetta nú eldinn en sem betur fyrir frelsaði það frá honum. Hægt að segja þá, Adam, að þú sést í endurvinnslu eða eitthvað? Já, þetta er ekkert annað en endurvinnsla af þessu leyti. Hér er hérna dautt tré sem að féll, þetta var lerki sem að féll út í sumarbústað hjá mér. Og hvað annað en að taka og renna úr því myndaramma og setja myndir af fyrsta skipti barnabarnana í Berjamó í rammana. Það er bara, mér finnst það svolítið skemmtilegt, sér hvað börnin eru glöð. Já. Og mamma, 86 ára í Berjamó í ramma úr skóginum þar sem hún var í Berjamó. Þetta er bara skemmtilegt. Og allt verður þetta nú til í bílskúrnum? Já, þetta verður allt til í bílskúrnum. Við kveðjum Adam í Löngumýrinni og höldum næst inn í Kjarnaskóg. Það er nóg að gera hjá starfsfólki Sólskóga. Jólatrén í Sólskógum bíða þess að verða skreytt og lýsa upp jólin hátíðanna. Nú er bara allt að fara fullt. Fólk er svona aðeins seint í ár en við finnum það að núna er þetta renn í gang og stór helgi framundan. Þegar fólk er að kaupa jólatré, er það þá alltaf svona hefðirnar hjá fólki sem að blífa? Oft á tíðum sko, en svo erum við oft tilbúinir að prófa eitthvað nýtt og það á sérstaklega við með stafaföruna. Já, sem er einmitt hérna? Já, hún var náttúrulega næstum óþekkt jólatré, ekkert fyrir mörgum árum síðan, en núna er hún orðin bara talsvert vinsæl. Hvernig stendur á því? Ég held að það sé, menn vilja íslenskt og þetta er íslenskt tré og hún heldur mjög vel barrinu og það er góð lykt af henni. Já. Þannig að það er lyktin sem að segir mikið, er það ekki? Það skiptir máli. Já. Stafafuran, hún er til í öllum stærðum þá, þetta hérna tré sem er hérna, þetta er nú stórt og mikið. Já, nú er náttúrulega skógrækt í landinu komin á dálítið skrið og orðið meira og meira skógum og meira veljum, þannig að við finnum mjög vel að þetta er alltaf að verða fallegri og fallegri tré á Stafafuru sem við fáum. Já. En ég sé hérna að það er merkt sérstaklega þetta er sem sagt frá Silfrastöðum í Skagafirði þá, er það ekki? Jú, þar er mikil skógræktarjörð og þau hafa skaffað okkur tré í nokkur ár og skógarbændurnir eru aðeins að koma inn með þetta, þannig að það er mjög gaman. Já, þetta er nú einmitt þekkt skógræktarjörð og það er þarna sést mjög greinilega hversu öflug þau eru þarna á Silfrastöðum. Já, alltaf þegar maður keyrir til Reykjavíkur þá sér maður upp í hlíðina hérna. Mjög mikið af fallegum trjám þar. Þá getur maður einmitt hugsa sér, þarna eru jólatrén. Já, þið getur farið að hugsa það í maí þegar þið keyrið eða eitthvað. Já. En hvernig er umhirðan með þessi tré þegar inn er komið?
Já, við bara ráðleggjum fólki að geyma þetta úti þangað til daginn áður en það setur það upp, þá lætur það bara þynna og svo voða gott að saga aðeins neðan af til að opna svona upp í tréð fyrir vatn og setja þetta í vatn í jólatréfótu, að við hafa það í vatni og þá þarf að passa vatni fyrstu 2 sólarhringana og þá heldur tréð miklu betur ilmi allan tíman. En á að setja sjóðandi heitt vatn eða kalt vatn? Ég myndi ráðleggja fólki að setja sjóðandi heitt vatn. Láta bara sjóða í katlinum og hella því í jólatréfótinn og setja tréð í. Næsta, ef að skoða næstu tegund, hvað það sem þú ætlar að bjóða okkur nú langar mig að sýna ykkur fjallaþinn sem líka íslenskur og mjög vaxandi. Hann hérna rétt hjá. Katrín, þetta tréð, það nú töluverður munur á þessu og því sem vorum að skoða áðan. Já, þetta náttúrulega miklu típiskara jólatréð með þessu fallega lagi sem við þekkjum svo vel. Og við þekkjum mörg danska þynnin, en hér komin íslensku þynnur sem líka alltaf meira og meira. Við höfum meira af þeim núna en verið hefur. Og hann líka stendur svakalega vel og þægilegt að hugsa hann. Já. Vistu hvaðan þetta tréð til dæmis? Ég held að þetta komi frá Hallormsstað. Þau koma langflest frá Hallormsstað. Þar eru þeir lengst komnir í þessu. En margir skógarbændur eru byrjaðir að rækta þinn í vonum að þetta sé framtíðin. Og fjallaþynnun, hann alltaf að sækja í sig veðrið eða hvað? Já, hann selst alltaf upp. Við eigum aldrei nóg á honum. Hann dýrari en önnur tré því að það erfiðara að rækta hann. En fólki langar að hafa svona, þú veist, það leggur í þetta og vill taka hann. En hvað með hirðuna þegar inn komið? Já, það í sjálfu sér bara svipað og með stafafuruna. Það ekkert hættulegt með þetta. Þetta heldur barrinu þó að menn gleymi að hafa vatn og allt svoleiðis, sko. En það alltaf meiri ilmur og tréði ferskara ef að menn gera að setja þetta í sjóðandi vatn og halda vatninu á þessu. Við skulum líta á fleiri tegundur. Hvert ætlarðu næst með okkur? Já, nú vil ég sýna ykkur rauðgreni sem svona elsta jólatré íslenskt. Katrín, rauðgrenið borið saman við fjallaþynnin, það ansi mikill munur á þessum tveimur trjám. Já, að mörgu leyti. Það náttúrulega svolítið svipað í laginu. Það þetta grenilag og jólatrjáslag sem við viljum hafa. En rauðgrenið vand með farnara. Það þarf að passa það mjög vel eða ekki að fella barrið. En það náttúrulega búið að vera jólatré Íslendinga mjög lengi, alveg síðan að við hættum með einiberja skreittu gömlu trén, sko. Og þannig að mörgum finnst þetta að vera jólalegasta jólatréð. Þannig að það margir sem að halda fast í hefðirnar og taka þessa tegund? Já, bara þeir kunna á þetta og vita hvernig á að fara með þetta. En við þurfum alltaf að brýna fyrir fólki sem að taka þetta fyrst að það þarf að passa sérstaklega vel að halda vatnin á því að það fellir annars barrið. Annars það þá bara ryksugan alveg á fullu? Já, annars ryksugan á fullu. En þetta svona kannski tré fyrir metnaðarfullt fólk sem vill svona sýna sig að það kunni þetta og þetta náttúrulega rosa falleg tré. Já, og svona gaman að skreyta þessi tré sem eru svona þétt. Já, þau eru það, sko, öll sömur. En það sem sagt, svona, það sem að fólk þarf sérstaklega að passa hérna, það að gefa því sem bara vel og reglulega að drekka. Já, og þetta náttúrulega með þessi tré, þetta fyrstu 2 sólarhringarnir sem þarf að passa alveg sérstaklega vel. Að það þorna ekki, því að þá drekkur tré mest og það stundum þú veist að fylla aftur og aftur. En svo þetta nokkuð lítið mál, sko. Já. En sem sagt, ef að fólk að kaupa þetta áður og geymir þau bara svona út í garðinu, það allt í lagi eða hvað? Já, það bara allt í góðu lagi. Bara hafa það á svalunum eða garðinum, bara í skjóli, þannig að það náttúrulega fjúk ekki og svo tekur það bara inn og lætur það þynna. Já. Hvað segirðu mér að sjálfur þér, hvernig tré velur þú þér nú? Við tökum yfirleitt tré sem ekki selst. Rosa praktískt fólk. En við vorum alltaf mikið með blágreni, ég hef ekki sýnt ykkur það núna, en það náttúrulega mjög svipað á rauðgrenið og við höfum oft verið með rauðgreni líka. Við erum ekki mjög svona hefðbundin í þessu bara svona sitt og hvað. Já, en lifandi jólatré samt sem áður nauðsynlegt. Skylda í fjölskyldunni. Það þýðir ekkert að svindla á því, sko. Kom einhver inn í fjölskylduna sem vanu gervitré, þá verður hann bara að gera svo vel að breyta. Já. Hvenær skreytir þú jólatréð þá? Við skreytum það á Þorláksmessu.
Þú ert alltaf með sama skrautið og það bara eins og gengur? Já, svona næstum því. Ef það brotnar ekki þá, það svona. Já. Já, ég ekki mikið í tískusveiflan. En fólk sem hér að versla við ykkur, hvers konar spurningar eru algengastar? Það meðferð trjánna eða? Já, það meðferð trjánna og hvað viðkvæmt og hvað ekki og svo auðvitað spáir fólk í verði líka. Og sumir taka sér góðan tíma og þú veist, þurfa að skoða mörg tré en aðrir bara klára þetta, 1, 2 og 3. Já. Stór fjölskyldan að koma hérna saman og velja sér tré í sammenningu? Já, þetta hluti af jólahefð margra hérna, við finnum það og mikil tryggð í því. Að fjölskyldan, já, af og amma og börnin og barnabörnin, þau koma saman. En það eitt sem að breytast, það meira það að börnin fá að velja núna. Það sjálfs hluti af auknum réttindum barna. En það ekki bara skemmtilegt? Það bara gaman, sko. Mjög gaman að horfa fólki og hluti af jólastemmingunni hjá okkur, að fá að fylgjast með þessu. Það náttúrulega alveg frábært. Þessi tími hjá þér, ég gerir ráð fyrir að hann svolítið sérstakur og skemmtilegur? Þetta mjög skemmtileg tilbreyting frá öðru starfi í gróðrarstöðinni. Þetta væri náttúrulega mjög dauður tími alla jafna hjá okkur. En núna bara líf og fjör og það bara gaman og gaman fyrir starfsfólkið að fá smá öðruvísi vinnu. En sérðu ef þú horfir 2, 3, 4 ár fram í tíman, sérðu það fyrir að það eru íslensk tré sem að sækja á? Ég þeirra skoðunar að það sé framtíðin. Þetta bara spurning hvað tekur langan tíma að byggja upp nógu mikið, auðlind til þess að eiga nóg hérna. En það munu verða alltaf strangari og strangari reglur með innflutning. Af því að það eru náttúrulega alls konar umræða það. Íslensk tré og íslensk jól? Já, það bara mottóið.